Elliði, hvernig svona líðanin daginn eftir? Hún bara mjög góð, þannig að við erum bara, förum að byrja, undirbúningurinn bara þegar hafinn að recovera og vera klárir í næsta verkefni. Leikurinn í gær hefur tekið sín toll? Já, ég satt bara nokkuð ferskur. Ími spilaði allan seinni hálfleikinn, þannig að ég fekk bara góða pásu, þannig að ég er bara eitthvað inni í næsta leik. Og engi spjöld? Nei, engi spjöld, hvað 1-2 mínútur, þannig að ég fekk 2 mínútur, ég maður ekki einu sinni. Þetta rennur allt saman eitt, en nei, það er bara gott að það er ykkur þreytari og ykkur ferskari, en við verðum allir ferskir þegar kemur að leiknum á morgun. Þú lentir allir ykkur samstöði undir lokleiksins, ekki satt? Jú, ég fekk ekkert samt alvarlegt, ég fekk bara olnbogann í kjálkan, ekkert eitthvað sem ég finn fyrir í dag, þannig að þurfti bara að fara út af við 3 sóknir, það var ekki meira en það. Ekkert alvarlegt? Nei, alls ekki. En þá náttúrulega frá svona að gera sig upp í eina Króataleik og gera sig nú allir grein fyrir því hvað svo mikilvægur hann fyrir framhaldið. Já, klálega, þetta er bara úrslitaleikur fyrir okkur og fyrir þá. Þannig að við viljum ekkert slaka á, við viljum halda þessari sigurhefð sem við erum búin að byggja okkur upp hérna, við viljum halda henni áfram, þannig að þetta er bara klár úrslitaleikur fyrir bæði lið. Og þetta verður náttúrulega skemmtilegur, væntanlega leikur. Ég hef mér verður ábyggilega umgjörðin og stemningin næg því að heimamenn eru nú drjúgir við að styðja sitt lið. Já, þetta verður alveg experience að spila þarna. Þeir alltaf erum góðir að lenda á móti hérna heimaþjóðunum, búin að ná því síðustu ár, þannig að það verður væntanlega bara full höll og við hlakka til að heyra í Íslendingunum reyna að yfirgnæfa Króatana. Það hefur ofta ekki gengið vel á móti Króatum, menn hugsa kannski ekkert það á stórmótum. Sú hugsun kemur ekkert upp núna? Nei, við hugsum bara síðast unnu það og þeir vilja væntanlega hefna fyrir það og við viljum bara, það skiptir ekki máli, það er alltaf nýtt mót og nýjir leikir og ný lið, liðin breytast með hverju árinu, þannig að þetta er bara, eins og við segjum, þetta er úrslitaleikur sem verður klárlega mjög gaman að taka þátt í. Og íslensku þjálfari hinum megin og það svona kannski kryddar þetta pínlítið? Já, ég held að samt kryddar þetta meira svona utanfrá heldur en okkur sem hóp. Þetta á hann nokkra vini í þjálfarateyminu og eitthvað, en það er allir bara að pæli sjálfum sér. Það hefur engin tíma til að vera að pæli öðrum þegar það er svona stutt á milli leikja. Það væri kannski annað ef við værum með eitthvað 3 vikur í undirbúning, en þegar við hefur bara 1,5 sólarhring næstu til að undirbúa þig, þá hefur ekki tíma til að vera að pæli ykkur svoleiðis. Nei, það er engin annars bróður í leik eins og sagt er. Nei, alls ekki, og þetta er bara svona, maður er alltaf að spila á móti liðsfélögum, fyrrum liðsfélögum eða þá í deildinni í samlöndum, en það eru leið og flauta á og jafnvel hálftíma, 40 mínútur fyrir leik, þá er engin vinir hann á vellinum. Þú ætlum að segja liðsfélaga í króatíska liðinu? Já, sem er búin að spila mjög vel hingað til á mótinu, þannig að það verður alveg verkefni fyrir okkur að komast fram hjá honum. Það er markmaðurinn? Já, það er Dominik Kuzmanovic. Hann er mjög góður og það verður líka mjög gaman að fylgjast með honum eftir nokkur ára, því hann er ennþá bara mjög ungur. Króatarnir, ætli þetta sé svona svipaða lið og Slóvenar eða eitthvað svona meiri líkindi með þeim heldur en Egyptunum sem þið spiluðu síðast? Ég held að þeir séu svona mitt á milli. Þeir eru vel spilandi, þeir eru með þessa físík, en þeir séu betur spilandi en Egyptarnir og kannski verð spilandi heldur en Slóvenarnir, en hafa samt þetta power og þennan kraft sem að Egyptarnir hafa, þannig að þetta er mitt á milli og þeir eru mjög fastir fyrir í vörn og vilja spila okkar leik þar líka, að vera eins fastir fyrir og mögulega hægt er, þannig að þetta verður krefjandi og skemmtilegt verkefni. Þetta síðasta hálmstráði hjá þeim, það er að vinna og að samanskapi getur þið náttúrulega tryggt ykkur endanlega sæti í 8. úrslitum með sigri. Já, þannig að þetta er bara eins og við erum búin að fara yfir nokkuð sinnum, þetta er bara úrslitaleikur, bara 100% og þeir eru að fara að koma með bara allt henda öllu sem er eiga í einan leik og við gerum það líka.